Hæ, þetta er Ásdís í Makki Smárlindinni. Í dag langum að fara í gegnum hvernig ég vinn húðina mína á hverjum degi, þá með farða og hyljara og hvernig ég skyggi og highlighta. Þannig að það fyrsta sem ég ætla að byrja á er að setja með krem sem er líka að kalla primer. Það heitir Strobe. Þetta krem er í rauninni svona, það jafnar aðeins út húðtónin, það er svona pínu shine í því, svona eins og perlu áferð og er alveg svona vítamín sprengja. Þannig að það eina sem þurfum að passa á grá er nota þetta krem ekki of oft. Það er svona að tala kannski 3 sinni í viku. Þannig að bara við vörum okkur á því. Svona. Það næsta sem ég ætla að gera er að ég ætla að setja með make. Ég ætla að nota þetta make sem heitir Studio Sköld. Ég vel þetta make vegna þess að ég er með freka þurra húð og ég ætla bara að taka pínlítið að því, setja bara svona smá klessu og ég ætla að nota busta nr. 187. Ég nota rosalega lítið af því núna því að mér langar bara að hafa þetta svolítið náttúrulegt, ekkert eitthvað, ég vil ekki vera of meikuð, en þetta meikrendar er rosa fallegt á húðinu, það er svona sameinast einhvern veginn, svona smýgur inn í húðina. Við auðvitað munum eftir að taka það alveg hérna niður á hálsinn, undir kjálkan, þannig að myndist engin skil, við viljum ekki fá grímu. Svona. Þannig að þá tökum við hyljara næst og ég ætla að nota hyljara sem heitir Pro Longwear. Ég tek hann örlítið ljósar en minni eigin tónn er, bara því að minnst fallegt að nota hann líka sem smá svona eins og highlight, þegar við getum kallað það. Busta nr. 224, þennan hér, sem ég nota yfirleitt alltaf í hyljara. Bara því að hann er svona dálítið fluffy og þægilegur. Litaval í hyljurum skiptir rosalega miklu máli. Við viljum ekki hafa þá til dæmis of gula, af því að ef við erum eitthvað aðeins blátóna eða fjólutóna undir augsvæðinu sem að margar konur eru, að þá getur vorið grænar, af því að ef þú setur gult ofan á blátt, þá verður það náttúrulega grænt. Í staðinn fyrir að nota þá rauðtóna hyljara, sem að þá meira er nútrúlæsa þessa bláu eða fjólubláu tónu undir augsvæðinu. Aðeins að hyljaranum hérna í kringum nefi líka, af því að maður verður oft svolítið rauður, sérstaklega maður kvefaður eða bara býr á Íslandi. Næsta sem ég ætla að gera, ég ætla að setja með pínu púður til þess að svona matta þetta T-svæði, eða svona svæði sem við myndum mesta olíu á. Ég ætla að nota blátt púður, það er svona næstu því litlaust. Og ég ætla bara að dumpa því svona rétt á, eins og ég segi, þetta er svona T-svæði, sem er basically bara hérna þetta svæði. Og ég nota busta nr. 109 sem er svona svolítið buffer, svona flatur ofan. Og ég er ekkert að setja neitt mikið, því ég vil ekkert vera rosalega mikið púðruð. Ég er bara svona rétt aðeins að matta. Það næsta sem ég ætla að gera er að ég ætla að skyggja mig með sólapúðri. Og ég ætla að nota matt sólapúður sem heitir bara matt brons. Það lítur svona út. Og í það ætla ég að nota busta nr. 116. Hann er svona og hann er svolítið svona flatur eða svona oddhvassa ofan, þannig að ég næju einhvern veginn línunum svolítið vel. Ég byrjaði að setja grófulega bara svolítið svona skarpa línu undir kinnbeinið og það er þetta miða við hérna efsta partina af eyranu í átt að munnvikinu og við förum svona eins og hálfa leiðin. Tek hérna undir hökunni líka og undir kjálkan til þess að fela aðeins undir hökunna, gott triks. Aðeins upp á ennið, meðfram hárrótunni og pínu svona inn á ennið. Það er auðvitað svolítið misjafnt eftir hvernig andlitsfall maður er með, hvernig maður skyggir andlitið. En þetta er svona sem hentar alveg langflestum. Nú er ég orðin svona rosalega gróf og skörp, þannig að þá tek ég bustan, tekur henni bara allt úr honum, hreinsa hann svolítið og byrja svo að blanda svona inn í húðina. Þá er í rauninni skyggingin svolítið komin. Við getum alveg farið út í smá dítela og skyggt til dæmis aðeins í kringum nefið. Ég geri það ekkert alltaf, en þá tek ég náttúrulega aðeins minni busta og fer hérna bara meðfram nefinu. Þetta að taka hérna þessu upp með líka. Það gerur oft. Og ég vil örlítið eins og maður verið að skyggja. Svona, en það er náttúrulega ef þú ætlar að geta að setja eitthvað brjálaðan augnskugga eða svoleiðis. Þá er skyggingin svolítið komin. Næsta sem ég ætla að gera, ég ætla að nota kynnalit og ég ætla að nota kynnalit sem heitir So Sweet So Easy og hann er kremkynalitur.
lítur svona út og hann svona, eins og ég segi, svona kremaður sem að gera svolítið fallega áferð. Mér finnst alltaf best að setja aðeins af honum á handabakið, bara svona smá klessu og leyfa honum svolítið að hitna, svona bráðunapínu. Því þá verður svo auðvelt að vinna hann þannig. Í hann ætti ég nota busta númer 188, hann lítur svona út. Og ég er að vinna þetta svolítið svona létt í hárin. Svo brosir maður, sér svona eplin í kínunum, skellir hann svolítið þar og hjá mér ég ætla að draga hann aðeins svona hérna út. Andast bara húðina, það er eins og hafur ekkert sett á það kynnalit. Bara svona bráðuna inn í húðina. Svona. Þannig að það svona gefur hennan aukna ferskleika sem að mér finnst alltaf frábært. Það næsta sem ég ætla að gera er ég ætla að setja með highlight eða svona, já, svona áherslupúður, getum kallað það. Það lítur svona út og þetta er steinefnapúður og það heitir Soft and Gentle. Til þess að nota saman burstöðu með púðri áðan og ég dumpa því hérna ofan á bara hæðsta punktinn á kinnbeininu og fer aðeins hérna fyrir ofan augabrúnina, þannig að þetta er svona pínu C sem ég fer í. En það svona leggur áherslu á því sem við sjá allar svo stjörnur, Jennifer Lopez, Jennifer Aniston, Kim Kardashian, að það, þú veist, ég sjá alltaf kinnbeinin er alltaf svona ótrúlega glói og falleg og svona mikil áhersla á þeim og það eru þessi púður eða þessa vöru, svona highlight púður eða highlight krem eða svoleiðis. Svona. Þá er í rauninni húðin dálítið komin eins og ég myndi vinna hana dagstælega. Það er auðvitað hægt að ígita allt og gera þetta meira, en ég ætla ekki að gera það núna. Heldur ég ætla bara að toppa þetta aðeins með því að setja pínlítið á augun. Og ég ætla að nota augnskugga sem heitir Patina. Og til þess að setja hann á, ætla ég að nota bustanum með 217 sem ég nota náttúrulega dálítið mikið. Skella nú bara yfir allt augnlokið. Þetta er bara svona eins auðvelt og það gæti verið. Þannig bara að drífa okkur út úr hurðinni, þú veist, hún var seinar í vinnu eða skóla. Setja hann bara svona létt á, alveg, þú veist, ekki alveg upp á augabrúninni, en svona langleiðina. Svona gróflega hérna undir við augnarnar líka. Passa að mætist hérna í krókunum. Svo ætla ég að taka augnskugga sem heitir Motive. Hann er svona, virka gulur en hann er eiginlega bleikur, það kemur svona bleikur keimur. Og það sem ég gerir í píri svona svolítið augun og ég dumpa honum hérna með sama bursta bara í krókinn. Og svo ætla ég að dreifa honum aðeins hérna inn á. Pínu lítið, bara alls ekki mikið undir augabrúnina. Loka atriðið með augnskuggan er ég ætla að taka saman þennan Motive, set pínu lítið í kinnalitabustan sem ég hef með áðan. Og dumpa hérna í kinnarnar. Það sem tengir saman aðeins það sem við erum búin að vera að gera. Það kemur ótrúlega fallega út og þetta frétti ég að það er mjög frægur make-up-artisti sem að gera þetta við nánast bara allar stjörnundar. Hann er með ótrúlega margar stjörnur sem hann sér förðunina á. Þannig að þetta væri bara svona golden trick. Þannig að við náttúrulega gerum það. Þá er það bara að skella pínu lit í augabrúnnar og til þess ætla ég að nota blýant sem heitir Dirty Blonde. Lítur svona út og liturinn er svona dálítið já, svona dirty blonde. Greið örlítið í gegn, þannig að þau liggja öll eins og þau eiga að liggja. Klárum þetta look með því að setja bara smá maskara. Studio Fixlash. Og það sem mér finnst svo frábært við hann er að hann er mjög náttúrulegur. Hann er svona eins og gummigreið á honum. Svo getum við bara að klára þetta alveg með því að setja okkur smá gloss. Ég ætla að nota gloss sem heitir Love Nectar. Það er mjög náttúrulegt, bara svona gefur pínu ferski blæ en alls ekki mikið. Þannig þetta er í rauninni lookið, bara svona dagstæglegt og þægilegt og eins og segið, þú veist, það skikkingarnar skipta þetta rosalega miklu máli og hyljarinn og allt þetta. Þannig ég vona að þið hafið lært eitthvað af þessu og bara endilega fylgist með næsta myndbandi sem verður eitthvað ótrúlega spennandi og bara hlakka til að sjá okkur næst. Bye bye!